þökkum Þráni Hafsteinssyni aftur fyrir. Síðasta erindi okkar áður en við tökum okkur smá hlé. Með sérstök ánægju að kynna nemendur okkar hér í íþróttafræði HR, Örnu Sigríði Albertsdóttir. Arna er fyrrum skíðakona en hlaut mænuskaða sem unglingur og stundar nú handahjólreiðar. Stundar líka skíði, eða ekki alveg? Jú. Já, fyrrum kannski ekki alveg. Í erindi sínu frá svigskíðum og yfir í handahjólreiðar talar hann reynslu sína af keppnisíþróttum fatlaðra sem og ófatlaðra og mismunandi viðhorf og orðræðu í fjölmiðlum íþróttafólk beggja megin. Arna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég er sem sagt fædd og uppalin á Ísafirði og fékk að prófa allar þær íþróttir sem fóru í boði. Þegar ég var barn þá snerist íþróttir fyrir mér aðalega félagslega þáttinn. Að fara á íþróttaæfingu með vinum og ég er gríðarlega þakklát fyrir öll þau tækifæri sem ég fékk. Þau gerðu mér kleift að byggja upp góð vinatengsl og venjast hreyfingu sem eðlilegum hluta af daglegu lífi. Þegar ég komst á unglingsárin þá einbeiti ég mér að svigskíðaiðkun. Ég fann að skíðin átti vel við mig, ég naut þess að vera upp í fjalli og ég var samviskusöm og lagði mikið á mig til að ná árangri. Þegar ég var 16 ára, árið 2006, þá var ég með liðinu mínu frá skíðafélagi Ísfirðinga við æfingar í Noregi þegar ég datt, fór út af brautinni og lenti á tré. Afleiðingar slyssins voru alvarlegar, þær langvinnustu að mænuskaði, þannig að núna hef ég enga hreyfigetu eða tilfinningu fyrir neðan brjóst. Og þar sem að ég var íþróttakona fyrir slys, þá gæti sem haldið að það væri rökrétt áframhald að byrja strax að stunda íþróttir fyrir hreyfihamlaða. En í mínu tilviki var það alls ekki þannig. Í fyrsta lagi tók það mig mörg ár með þess að vera sjálfstæð aftur, að læra hluti upp á nýtt sem voru áður sjálfstæðir og í öðru lagi var það hugarfarið. Þegar ég var 16 ára, og ég held að sé svolítið margir þegar þeir eru 16 ára, þá finnst manni maður að vera ósigrandi og maður heldur að komi ekkert fyrir sjálfa sig og það tók mér rosalega langa tíma að sættast við stöðuna eins og hún var orðin. Ég ætlaði alls ekki í neinar íþróttir fyrir fatlaðra, ég ætlaði bara að fara aftur á skíði og aftur í fótbolta. Þegar ég horfi tilbaka núna þá tel ég mig hafa svolítið fordóma gegn íþróttum fatlaðra á þessum tíma, en eins og ofta voru þessi fordóma bara byggðir á fáfræði, ég vissi ekki hvað íþróttaiðkun fyrir fatlaðra snerist og það var lítið í boði heima á Ísafirði. Sundhöllin á Ísafirði er algjörlega óaðgengileg og vegna fámennisins það var lítið annað í boði. En eftir nokkur ár sem voru erfið, þá fann ég að ég var tilbúin að prófa eitthvað nýtt og mér vantaði einhverja hreyfingu og útrás, þannig að svo ég tala ekki útiveru. Þá fann ég handahjól á netinu og pantaði það frá Bandaríkjunum alla leið heim til Ísafjarðar án þess að hafa haft tækifæri að prófa. En á þessum árum voru samfélagsmiðlar í hraðri þróun, þannig að ég gat fylgst með og fengið hugmyndir frá öðrum í minni stöðu gegnum netið og þannig fann ég einmitt handahjólið. En það er einmitt eitt það sem ég tel hvað mikilvægast þegar kemur að íþróttaiðkun fatlaðs og hreyfihamlaðs fólks er að hafa fyrirmyndir og svona fræðslu frá jafningjum. Að geta lært af öðrum, það styttir manni leiðirnar og það hvetur mig ekkert jafn mikið og sjá einhvern í svipari stöðu og ég gera eitthvað sem ég hélt að ætti að vera ómögulegt. Ég væri alls ekki á þeim stað sem ég er á núna án þess að hafa gríðarsterkar fyrirmyndir í íþróttum fatlaðra, bæði hérlendis og erlendis og góða vini í svipari stöðu sem hægt er að leita ráða hjá. Við á Íslandi erum nefnilega rosalega heppin að hafa marga afreksíþróttamenn úr röðum fatlaðra og Íþróttasamband fatlaðra stendur sig mjög vel að sinna þessum hópi sem á öðrum hópum og heldur út gríðarlega öflugu starfi, til dæmis fyrir fötluð börn. En mín tilfinning er sú að öll íþróttahreyfingin, hún missi af öðrum hóp fatlaðs fólks. Fólk sem annarkvort missir áhugann á þeirri íþrótt sem það æfði sem barn og unglingur, hefur ekki haft neina íþrótt eða slasast eða fatlast seinna á ævinni. Fólk sem hefði annars kannski farið í almenningsíþróttir, hóptímaði, líkamsrækt, skokkhópa, skíða, hjólreiðar. Mín upplifun er að sé lítið í boði sambærilegt þessu
eða þá kannski bara erfitt að nálgast það upplýsingar. Þar sem íþróttaiðkun þessa hóps, þá fólks með fötlun, hefur lítið verið rannsökuð, þá vitum við ekki hver staðan í raun og veru, eitthvað sem ég tel mjög nauðsynlegt að bæta. En upplýsingar sem ég hef eru náttúrulega mest frá fólkinu í kringum mig og það svolítið einsleitur hópur. Þetta eru fólk sem með sömu hreyfiskerðingu og ég eða fólk sem kannski ég þekki úr íþróttunum. Fólk sem ég tala við á mínum aldri og ólst upp með fötlun eða hreyfiskerðingu var oft ekki með skólafélögum sínum í leikfimi í grunnskóla og fékk oft alveg að sleppa við leikfimi í framhaldsskóla. Það eitthvað sem ég held að við komum seint að því hversu mikil áhrif þessi útilokun hefur í för með sér, andleg, líkamleg og ekki síður félagsleg, en það mín upplifun að á flestum stöðum hafa þetta breyst í dag. Þær rannsóknir sem ég hef þó skoðað, og oftast erlendar, hafa sýnt að fötluð börn stundi sjaldnar íþróttir en önnur börn, hreyfi sig minna innan skóladagsins þá eins og í frímínútum og séu líklegri til að þróa með sér lífsstílssjúkdóma en jafnaldrar þeirra. Og þess vegna ennþá mikilvægara að virka þessi börn í skipulögðu íþróttastarfi. Það mikil áhersla lögð á í náminu mínu hérna í íþróttafræði HR að auðvelt sé að finna í íþróttakennslu verkefni sem henta hverjum með einum án þess að það bitni á kennslu hópsins. Og það það sem kannski Ingi Þór sem kennari hérna og hélt fyrirlestur í fyrra tala mikið og við viljum ekki að allir fara á sama level og svo sem mest fatlaður. Ég vil ekki að vera stunda íþróttum með vinkonum mínum og þau þurfa allir að sitja, það náttúrulega bara fáránlegt, en það ekkert mál að það séu allir á sama stað og allir fá bara verkefni við hæfi. Þó margt hafi breyst til betra, þá ennþá ótal margt sem vantar upp á til að stuðla þátttöku fatlaðs fólks í íþróttum. Fólki með fötlun oft ekki veitt þátttaka í íþróttaviðburðum sem einmitt ætlar almenningi. Fólk sem skipuleggja þessa íþróttaviðburði virðist oft mikla fyrir sér þátttöku fatlaðs fólks til það heilmikið verkefni sem erfitt eða ómögulegt sé að leysa á meðan það sama fatlað fólk hefur alla sína ævi þurft að leysa álíka vandamál og orðið sérfræðingar í að finna lausnir, þá í staðinn fyrir að fá álit eða hjálp, þá finnst mér stundum eins og skipuleggjendur blási upp vandamál sín á milli sem hreinlega ekki til staðar. Ég bara á fáránleg dæmi sem alltaf nýleg. Það stórt alþjóðlegt styrktarhlaup fyrir fólk með mænuskaða sem á að vekja athygli og safna pening til rannsókna. Erlendis þetta mjög vinsælt að þá fólk að rúlla sér á hjólastólunum sínum á meðan fólk að hlaupa, en fyrir nokkrum árum var þetta haldið á Íslandi á Malarstíg þar sem það óaðgengilegt fólk í hjólastól. Ég hugsa, já, við skulum safna fyrir rannsóknir á þínum mænuskaða og vekja athygli á honum, en þú skalt samt bara vera heima. Við vitum alveg hvað þetta fáránlegt. Síðustu helgi ætlaði vinkona mín með 7 öðrum vinkonum sínum sem voru búnar að hjálpa henni að fara á skíðanámskeið. 2 dögum fyrir brottför var hringt í hana og talnar upp ótal ástæður af hverju hún ætti ekki að mæta og af hverju þetta væri erfitt. Ein og uppáhalds ástæða mín var að það yrði svo mikill snjór á skíðanámskeiðinu. Ég veit ekki um ykkur, en ef ykkur hringir í mig 2 dögum fyrir með námskeið, þá ég sennilega að fara með ástæður af hverju það ómögulegt, þá ég sennilega að fara að hætta við. En hún mætti og kenndi öllum í kringum sig að það var ekkert mál. Hún hafði mjög gaman á þessu námskeiði, skipuleggjendur báðu hana margoft afsökunar að þeir áttuðu sig á því. Hún veit best hvað hún getur gert og hún sýndi þeim það að það var ekkert mál. Ég þarf ekki að taka það fram hversu góð andleg og líkamleg áhrif hreyfing hefur okkur öll, en ég þarf varla að taka því fram því miður hversu slæmt aðgengi getur verið að líkamsræktarstöðum og íþróttamannvirkjum. Aðgengisleysi sem útilokar stóran hóp fólks frá því að stunda íþróttir og hreyfingu og það sem ekki síður mikilvægt, það útilokar þennan sama hóp frá því að fylgjast með íþróttaiðkun. Þá þetta íþróttaiðkun fjölskylduvína eða að vera áhorfendur á íþróttaleikjum. Í lokaverkefni sínu frá tómstunda- og félagsmálafræði frá Háskóla Íslands árið 2017 rannsökuðu Alexander Harðarson og Ólafur Þór Davíðsson
aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að knattspyrnuvöllum í efstu deild karla og kvenna. Þar kom í ljós að aðgengi fatlaðra stuðningsmanna á vellunum var oft mjög ábótavant, sjónlínan var til dæmis oft skert og fatlaðir stuðningsmenn þurftu að sitja annars staðar á vellinum en félagar þeirra. Engin stefna var til staðar í þessum málum, né viðmið hvað teljist gott aðgengi, en í byggingarreglugerðum allt frá árinu 1979 hafa verið skyldur aðgengi fatlaðs fólks, en ennþá árið 2021, þetta er rosalega mörg ár, verið að smíða áhorfendapalla og opna líkamsræktarstöðvar þar sem aðgengi er mjög ábótavant. Ofan á aðgengisleysi sem hamlar fólki bætir síðan við mikill kostnaður við kaup á hjálpartækjum, sérhæfðum til íþróttaiðkunar sem á engan hátt styrkta hinu opinbera, fyrir utan þá niðurfellingu virðisaukaskatts ef að þessi íþróttatæki eru innflutt til notkunar í keppni. Ég er ein af þeim heppnu sem hefur fengið tækifæri til að eignast ýmiss konar íþróttatæki eins og handahjól og skíðastól, en almennt sé kosta þessi tæki oft tífalt meira fyrir hreyfihamlaða en sambærileg tæki fyrir almenning. Það verður talað kannski reiðhjól fyrir mig kostar eins og bíll fyrir ykkur, en reiðhjól fyrir, reiðhjól, handahjól getur kostað eins og lítill bíll, en við vitum að reiðhjól er ekkert rosalega stór fjárfesting. Oft bætist svo á að þessi einstaklingar sem þarfnast þessara íþróttatækja eru oft með skerta starfsorku og þar af leiðandi verri kjör. Svo það er mitt hjartans mál að berjast fyrir auknu aðgengi fólks með fötlun eða hreyfihömlun að íþróttatækjum vegna þess að ég veit hversu mikið það getur bætt lífs fólks, eflt sjálfstæði, aukið andlega og líkamlega heilsu, og þetta eru hlutir sem eru margfalt virði að mínu mati þess kostnaðar sem þessi íþróttatæki kosta. Það er samt ekki bara slæmt að vera íþróttakona með hreyfihömlun. Tækifærin eru mörg og það getur verið auðvelt að koma sér á framfæri. Orðræðan íþróttafólk með fötlun finnst mér samt oft mjög skrítin. Í fjölmiðlum eru oft ekki gerðar miklar kröfur til þessa einstaklinga og íþróttafólk með fötlun er ekki tekið jafn alvarlega og öðru íþróttafólki. Í fjölmiðlum er vinsælt að skrifa íþróttamannin sem er fatlaður, en lætur það þó ekki stöðva sig í að stunda íþróttir. Í mjög mörgum greinum sem hafa verið að skrifa mig kemur fram að Arna Sigríður hafi lamast í skíðaslysi, en lætur það þó ekki stöðva sig og stundar handahjólreiðar. Ef það er aðdáunarvert að láta það ekki stoppa sig í að stunda íþróttir, erum við ekki þá að segja að það sé eðlilegt að láta það stoppa sig? Að það sé eðlilegt að stunda engar íþróttir, að hreyfa sig ekki neitt eða jafnvel gera ekki neitt og vera ekki hluti af samfélaginu? Og hvar liggja þá mörkin okkar? Er íþróttamaður aðdáunarverður ef hann lætur mænuskaða stöðva sig? Er hann aðdáunarverður ef hann lætur tognun stöðva sig? Er hann aðdáunarverður ef hann lætur lesblindu stöðva sig? Eða er hann aðdáunarverður ef hann vakti í alla nótt og horfði í NBA en lætur það sko ekki stöðva sig og mætir á æfingu daginn eftir? Hvar eru mörkin okkar? Fyrir mér er þetta ekkert flókið, fólk er bara fólk og sumir vilja leggja mikið á sig til að vera afreksíþróttamenn og aðrir ekki. Sumir vilja stunda íþróttir til að rækta heilsuna og sumir vilja stunda íþróttir til að hafa gaman, sumir hreyfa sig mikið og aðrir lítið. Auðvitað í dag er lífið flóknara fyrir mig en það var áður en ég slasaðist. Það er fín lína milli þess að taka allt á hörkunni og viðurkenna að stundum eru dagarnir mjög erfiðir, einfaldir hlutir taka með mun lengri tíma en áður og ég þarf að hugsa vel um mig. Mænuskan hefur áhrif á allt lífið, hvern einasta dag og ekkert er eðlilegra en að fólk kenni í brjóst unga stelpu sem slasast alvarlega, en það er hættulegt að fórnarlambavæða einstaklinga sem lifa með fötlun og skerðingu. Það hefur ekki góð áhrif á neitt til lengdar. Betri sjálfsmynd er eitt af besta sem íþróttirnar hafa gefið mér. Nei, ég kemst ekki yfir stóran þröskuld eða upp tröppu, en ég get hjólað 100 km, farið á sjóskíði og í paragliding. Ég vil enga vorkunn, ég vil leggja hart að mér af því að ég vil ná árangri. Ég vil að séu lagðar sömu kröfur til mín og annarra íþróttamanna. Ég vil ekki neina sérmeðferð, en auðvitað krefst íþróttaiðkun mín aðlagana og að allir séu lausnamiðaðir og frekar jákvæðir. Ég er mjög heppin að hafa lausnamiðað fólk í kringum mig sem hvetur mig áfram og setur á mig hæfilega kröfur
og íþróttahreyfing á Íslandi er rík af svoleiðis fólki sem sér tækifærin en ekki hindranirnar. Í dag æfi ég og keppi á handahjóli, hjóli sem að sérsmíðað fyrir mig svo ég geti knúið það áfram með höndunum. Ég hjóla inn á treyniraveiturnar eins og annað hjólreiða fólk á Íslandi, stunda styrktarþjálfun, læri íþróttafræði hérna í HR og fer stundum á skíði. Eins og allir þá á ég slæma daga og góða daga, en fyrst og fremst er ég hjólreiðakona sem vill ná árangri. Ég er ekki kona sem einkennist af hreyfihömlun sinni. Ég vildi óska að allir sem á einhvern tímann fatlast, hvort það sé alla ævi eða stuttan hluta á ævinar, fái minnstakosti brot á þeim tækifærum sem ég hef fengið. Í dag er það nefnilega alls ekki þannig. En ég vil leyfa mér að vera bjartsýn að það breytist fljótt. Ég veit alla jákvæðnina og viljann sem er til staðar. Ég veit að það séu allir sammála að íþróttir séu fyrir alla. Núna þurfum við bara að gera eitthvað í því. Takk fyrir mig. Spurningar? Kærar þakkir, Arna Sigríður. Einhverjar spurningar? Frábæra fyrirlestur. Ég heiti Auður, ég var með spurningu áðan og með spurningu aftur núna. Mér er svo frábært hvernig þú talar að aðrir geti upplifað þessi tækifæri sem þú hefur upplifað. Og ég veit að það er fullt af fólki að horfa, ég sé það á tölunum og skjánum, að átt einhver svona 1 eða 2 lítil tips, eitthvað sem að fólkið í íþróttarhreyfingunum getur farið heim til sín og gert núna til þess að veita fleirum tækifæri svo að þeir geti tekið þátt í starfinu og upplifunum eins og þú hefur fengið að njóta. Bara að vera svolítið bara opin og svona óhrædd að leita sér aðstoðar. Það er fullt af fólki eins og ég og aðrir. Það sem skemmtilega sem ég geri er að hjálpa öðrum og ég er búin til að veita bara aðstoð. Þannig ég held að sé bara svona að vera svolítið opin og já. Og auðvitað er mjög erfitt fyrir fólk. Það sér það svolítið, það er svolítið kannski meira skref fyrir hreyfihamla að fara á íþróttaæfingu heldur en kannski fyrir aðra, þannig að bara vera hvetjandi líka. Já, sæl, Jóna heiti ég, takk fyrir fyrirlesturinn. Þú talar andlega hliðina að þegar þú varst að ná þér aftur á strik. Getur þú gefið okkur eitthvað svona hugmyndir með verkfæri sem þú notaðir upp að breyta hugafærinu? Já, það var eiginlega þessi skilgreining, skilurðu, og þessi fórnarlamb, að hætta að líta sig sem fórnarlamb af því að það lenda allir í einhverju. Ég hef það bara frekar fínt með marga aðra, finnst mér. Þannig að ég held að það sé kannski þetta hugafar. Já, en samt bara þarf maður líka svolítið að gefa sér sjans. Það kemur ekki alltaf á einum degi og já, bara byrja hægt og það er bara miklu meiri í boði heldur en maður kannski heldur. Frábært. Kærar þakkir Arna.